Góðan daginn, velkomin á þennan ársfunds Lífeyrissjóðs Verslunarmanna. Ég vil byrja á því að bjóða ykkur velkomin hérna og gera tillögu að fundarstjóra. Tillaga að Helga Melkorka óttastjóri muni stýra þessu fundi. Eru einhverjar aðrar tillögur? Ef svo ekki, eigum við þá ekki bara að gefa henni gott klapp og bjóða hana velkomna upp. Ágætu fundamenn, áður en að við göngum til þess að afgreiða þá dagskrá sem liggur hér fyrir fundunum, þá rétt að byrja á því að fá fundaritara til starfa og tillaga að Oliver Ómarsson riti fundargerð þessa fundar. Eru athugasemdir við það? Bið ég hann að hefja fundaritun þá. Fundur var auglýstur þann 7. mars síðastliðinn sem innan þess frest sem samþykktir gera ráð fyrir. Það á að boða fundin með minnst 2 vikna fyrirvara og mest 4 vikna fyrirvara. Þannig að fundurinn var löglega boðaður og síðar voru einnig auglýsingar á heimasíðu sjóðsins einnig og fundurinn því lögmætur. Og þá það að ganga hér til þeirra dagskrá sem liggur hér fyrir fundinum. Fyrir fundinu liggur dagskrá eins og auglýst hafði verið og sú tillaga gerð að fyrstu 3 dagskráliðirnir verði teknir fyrir og orðið svo gefið laust í framhaldi af því. Og ef ekki eru athugasemdir við þá tilhögun, þá vil ég biðja hér formann stjórnar Stefán Sveinbjörnsson að koma og gera grein fyrir skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, takk fyrir það. Árið 2024 var að mörgu leyti farsælt ár fyrir Lífeyrissjóð Verslunarmanna. Bæði var ávöxtun sjóðsins góð og leyst var úr deilumálum fyrir Hæstarétti varðandi breytingar á réttindum sjóðsfélaga. Undanfarin ár höfum við verið að sjá fleiri sjóðsfélagar kjósa að fara á lífeyri fyrr en áður hefur verið. En sjóðurinn rýmkaði reglur töku ellilífeyris á árinu 2022 þannig að sjóðsfélagar gátu farið á lífeyri við 60 ára aldur í stað 65 ára. Sú breyting að verða að margir kjósa að vera á lífeyri og í vinnu saman. Það að verða minni skil á milli þess að vera á vinnumarkaði og á lífeyri. Þeir sem eru núna að komast á lífeyristöku aldur að njóta þess að lífeyriskerfið að verða fullmótað. Árið 1986 var samið að greitt væri lífeyrissjóð af öllum launum sem var komið að fullu til framkvæmda árið 1990. Áður var einungis greitt af föstum launum. Við sjáum að þeir sem að fara á lífeyri í dag eiga mun betri réttindi í sjóðnum en var fyrir nokkrum árum síðan og réttindi sjóðsfélaga alltaf að vera betri og betri og þurfa þeir í minna mæli að reiða sig á lífeyri frá ríkinu. En sjóðurinn greiddi út 40 milljarða í lífeyri á síðasta ári til 28.000 sjóðsfélaga og vöxtur í fjölda verið 40% frá árinu 2020. Á næstu 10 til 15 árum munum við sjá mikla fjölgun á þeim sem hafa safnað sér myndarlega lífeyri og safnað í séreignarsjóð til að styrkja fjárhagsstöðu sína og eiga betri möguleika á sveigjanleika við starfslok. Og staðan að verða sú hjá sjóðnum að eftir örfá ár verður útgreiðslu lífeyris meiri heldur en innborguð iðgjöld. Oft kemur upp gagnrýni á lífeyrissjóðina að lífeyri sem þeir greiða út sé það lítill að það borgi sig ekki að greiða í lífeyrissjóð og ekkert sé vita hvort að þeir fjármunir sem settir hafa verið í sjóðin muni verða þar þegar kemur að töku lífeyris. En við sjáum það núna hvað sjóðurinn að skila sjóðsfélögum sem eru að fara á lífeyri núna eftir að hafa greitt í sjóðin á öllum launum í 35 ár. En hvað má áætla að meðal sjóðsfélagi sem byrjar að greiða í sjóðin í dag fái greitt mikið þegar hann hefur töku lífeyris? Ef við reiknum með meðaltekjum og vinnutíma hvers árgangs
má áætla að meðal Íslendingur megi vænta að fá 676.000 á mánuði greiddan í ellilífeyri við 67 ára aldur. Í heildina má áætla að þessi einstaklingur greiði inn í sjóðinn 67 milljónir króna og heildar útgreiðslur úr sjóðnum í formi ellilífeyris sé 152 milljónir. Þannig að við erum að tala þarna mikla peninga sem að bæði koma inn í sjóðinn og að sjóðsfélagar megi vænta þess að fá út úr sjóðnum. Á þessum tölum má sjá að stór hluti af þeim lífeyri sem að greiddur er ávöxtun eða 56% í þessu dæmi. Miðað við sama dæmi væri viðkomandi að fá greiddan lífeyri sem að næmi jafnaði 81,5% af meðaltekjum á starfsævinni. Ef við bætum við söfnun í séreignarsjóð alla starfsævina væri viðkomandi að tryggja sér meira en 100% af meðaltekjum á starfsævinni eða 113%. Á þessum dæmum má sjá að sjóðsöfnun til efri áranna margborgar sig þar sem mikill meirihluti af greiðslum úr lífeyrissjóðum er ávöxtun, auk þess bætast við tryggingar fyrir örorku, maka og barnalífeyri sem að lífeyrissjóðirnir veita. Umræðum lífeyriskerfið mótast mest út frá eignum sjóðana, en minna er rætt skuldbindingar sjóðana og þau réttindi sem sjóðirnir veita sem eru umtalsverð. Í alþjóðlegum samanburði hefur íslenska lífeyriskerfið komið vel út og verður nú annað sæti við besta lífeyriskerfi í heimi samkvæmt úttekt sem að ráðgjafa fyrirtækið Mercer og samtökin CFA Institute vinna árlega. Góð ávöxtun er forsenda þess að réttindi til lífeyris standist til lengri tíma. Ávöxtun á síðasta ári var góð eða 7,3% raunávöxtun. Við ávöxtun á lífeyri til 40 ára skiptir ávöxtun á einu ári ekki miklu máli þegar horft til lengri tíma, en þannig hefur raunávöxtun hjá sjóðnum verið 4,7% síðastliðin 30 ár. Inn í þessum árum eru miklar sveiflur í ávöxtun. Þegar skuldbindingar sjóðsins til framtíðar eru reiknaðar út reiknað með að ávöxtun til framtíðar sé 3,5%. Vegna góðrar afkomu hefur sjóðurinn geta aukið við réttindi sjóðsfélaga, en á 30 ára tímabili hafa réttindi sjóðsfélaga verið hækkuð 4 sinnum og 1 sinni lækkuð. En hækkunin er samtals 18,2% á þessu árabili. Auk þess er lífeyrinn verðtryggður. Frá 2020 hafa réttindi tvívegis verið hækkuð og auk þess hefur verið töluverð verðbólga á sama tímabili. En frá desember 2020 hafa réttindi og lífeyrisgreiðslur hækkað að jafnaði 53,2%. Á sama tíma hefur vísitala neysluverðs hækkað 30%. Þetta jafngildir því að sá sem var með 300.000 krónur í lífeyrisgreiðslu frá sjóðnum í desember 2020 í dag með 460.000 krónur í lífeyri. Það er umtalsverð hækkun á ekki lengri tíma. Ávöxtun á lífeyri er langhlaup en ekki spretthlaup. Það skiptir ekki máli í maraþonhlaupi hver tíminn er fyrstu 10 kilometrana eða síðustu 5 kilometrana. Heldur hver heildartíminn er þegar hlaupið er klárað, það sama á við ávöxtun á lífeyrissparnaði. Ávöxtun á lífeyrissjóði verslunarmanna hefur verið sveiflukennd. Á síðustu 30 árum hefur hún verið neikvæð í 5 ár, á meðan hún hefur verið jákvæð í 25 ár. Hefur sveiflast frá mínus 24,2% til plus 16,1%. En það skiptir máli fyrir sjóðsfélaga, það sem skiptir máli fyrir sjóðsfélaga ekki hvernig ávöxtunin var einstakt ár, heldur hver meðal ávöxtunin á tímabili sem sjóðsfélagi í sjóðnum og hefur hún verið góð í samanburði við aðra lífeyrissjóði. Eignasafn sjóðsins hefur verið nokkuð áhættusamara heldur en annarra sjóða, sem hefur skilað sér betri ávöxtun til lengri tíma litið en á móti hafa verið meiri sveiflur í ávöxtun milli ára. Hlutfallið á milli skulda og hlutabréfa var nokkuð jafnt síðustu áramót. Þannig helmingur eignum sjóðsins í hlutabréfum og stærsti hluti þeirra í erlendum félögum. Sjóðurinn hefur verið að fjárfesta meira og meira í erlendum verðbréfum og staðan nú orðin þannig að helmingur eignum sjóðsins utan landsteinanna. Stjórnin sífellt að meta fjárfestingarstefnu sjóðsins. Á síðasta ári fékk sjóðurinn erlent ráðgjafafyrirtæki til þess að rýna og aðstoða við gerð fjárfestingarstefnu til lengri tíma en verið hefur og þar sem að tekið tilliti til þeirra réttinda sem sjóðurinn stefnir að veita sjóðsfélögum í framtíðinni. Reiknaði með að þessari vinnu muni ljúka næstu mánuðum þar sem mótuð verður fjárfestingarstefna til langs tíma.
Á árinu 2024 fjárfesti sjóðurinn í íbúðarhúsnæði í gegnum félagið Ívera sem hét áður Heimstæðin, en félagið á og leigir út 1600 íbúðir. Með þessu sjóðurinn að fjárfesta í stærsta eignamarkaði á Íslandi sem íbúðamarkaðurinn, en þar hefur sjóðurinn ekki verið áður að neinu marki. Eins og flestir þekkja hefur verið góð fjárfesting að eiga íbúðarhúsnæði hér á landi. En lífeyrissjóðir í löndunum í kringum okkur líta á fjárfestingu í íbúðarhúsnæði sem trausta eign og oft 10% af eignum þeirra í slíkri fjárfestingu. En með þessari fjárfestingu 0,3% af eignum sjóðsins í íbúðarhúsnæði. En eftir sem áður þá lána sjóður með veði í íbúðarhúsnæði og sjóðsfélagalán 8,4% af eignum sjóðsins. Lán með veði í íbúðarhúsnæði nýtur ekki hækkunar á fasteignaverði, en með fjárfestingu félagi eins og Íveru þá nýtur sjóðurinn hækkun á fasteignaverði eins og hún verður á hverjum tíma. Á síðustu árum hafa komið upp deilur við ríkissjóð uppgjör á íbúðabréfum sem hafa verið gefin út af Íbúðalánasjóði. Eignir í slíkum bréfum voru síðustu áramótum 83 milljarðar hjá sjóðnum eða 5,7% af eignum hans. Sjóðurinn hefur ávallt sagt að til að hægt sé að greiða upp bréfum fyrir gjalddaga þurfa að koma til fullar efndir á skuldabréfunum miðað við líftíma þeirra. Nú liggja fyrir drög að tilboði frá ríkinu uppgjör og virðist það vera nokkuð ásættanlegt fyrir sjóðinn. Tryggingafræðileg staða sjóðsins batnar á milli ára en hún var neikvæð 4,3% miðað við -6,8% árið á undan. Ástæða fyrir batnandi stöðu á milli ára góð ávöxtun á árinu 2024, en tryggingafræðileg staða sjóðsins á árinu 2020 til 2024 hefur sveiflast nokkuð eða verið á bilinu -6,8% til +10,9%. Á árinu féll dómur í Hæstarétti þar sem deilt var breytingar á áunnum réttindum þegar nýjar tölur lífslíkur voru innleiddar hjá sjóðnum. Var að ræða töluvert miklar breytingar, en stjórn fór í ítarlega vinnu og fékk mat utanaðkomandi sérfræðinga hvaða aðferð væri best að beita við þessar breytingar á lífslíkum. Skemmst frá því að segja að Hæstiréttur staðfesti að sú aðferðafræði sem sjóðurinn notaði uppfyllti öll skilyrði sem sett voru þar sem að sérstaklega var gætt jafnræðis milli aldurshópa og meðalhófs. Undanfarið ár hefur lífeyrissjóðurinn unnið markvisst eftir stefnu sjóðsins ábyrgar fjárfestingar og innleitt aðferðafræði í verklagi við ákvörðunartöku. Þar á meðal uppbygging á þekking og færni varðandi beitingu virks eignarhalds í umsýslu eignasafna. Virkt eignarhald byggir meðal annars því að eiga virk samskipti við útgefendur stefnur og áherslur sjóðsins eins og þar birtast í hluthafastefnu lífeyrissjóðsins, bæði formlega og óformlega. Stefnt að því að halda áfram á þessari braut í takt við þróun laga og áherslur stjórnar sjóðsins. Ég vil að lokum færa kveðjur frá Höllu Gunnarsdóttur, nýkjörnum formanni VR, hún gat ekki verið með okkur þar sem hún á ráðstefnu hjá stéttarfélögum í þjónustu sem haldin á Evrópusamtaka, og ég vil síðan að lokum vil ég þakka fyrir hönd stjórnar, þakka sjóðsfélögum og starfsfólki fyrir gott samstarf á árinu. Takk. Þakka Stefáni fyrir yfirferði yfir skýrslu stjórnar, og þá komið að því að framkvæmdastjóri Guðmundur Þ. Þórhallsson ætlar að gera grein fyrir starfsemi sjóðsins á liðnu ári. Gjörðu svo vel. Ágætu sjóðfélagar, liðið ár var farsælt í rekstri sjóðsins. Ávöxtun eignasafnsins var 12,4% eða 7,3% raunávöxtun. Erlend hlutabréf skiluðu mest til ávöxtunar eða 18,7%. Ávöxtun innlendra hlutabréfa nam 12,6% en þó nokkrar verðsveiflur einkenndu innlendan hlutabréfamarkað. Innlend skuldabréf gáfu 7,9% nafnávöxtun og ávöxtun á erlendu skuldabréfasöfnum nam 6%. Tryggingafræðileg staða var -4,3% síðastliðin áramót og hafði batnað 2,5% stig frá árinu á undan sem skýrist aðalega af góðri ávöxtun á liðnu ári. Eignir í samtryggingadeild hækkuðu 164 milljarða og voru í árslok 1420 milljarðar.
Á árinu var ráðstafað til verðbréfakaupa og kaupum á gjaldeyri að fjárhæð 51,4 milljörðum. Í nóvember síðastliðinn staðfesti Hæstaréttur samþykktabreytingar sem komu til framkvæmda í janúar 2022 vegna nýrra forsendna í tryggingafræðilegu uppgjöri aukna lífslíkur sjóðfélaga. Er að ræða mikið hagsmunamál og réttlætismál fyrir sjóðfélaga í samtryggingakerfi lífeyrissjóða. Með dómi Hæstaréttar var staðfest framkvæmd sjóðsins þar sem áunnin lífeyrisréttindi voru endurreiknuð og breyting á réttindum mismikil eftir árgöngum. Tilgangurinn var meðal annars að koma í veg fyrir að verðmæti flyttust milli kynslóða. Mikill vöxtur var í lífeyrisgreiðslum til lífeyrisþega eða 17,5%, iðgjaldagreiðslur til sjóðsins námu rúmum 47 milljörðum og hækkuðum 4,9%. Nettó lánveitingar til sjóðfélaga námu 1,2 milljarði og sjóðurinn býður nú lán þeim sjóðfélögum sem kaupa sína fyrstu íbúð fyrir að alltaf 85% af kaupverði og þá var hámarkslán hækkað í 95 milljónir. Og þessar breytingar hafa fengið góðar viðtökur og eru lánveitingar núna fyrstu rúma 2 mánuðina 6,5 milljarður þar sem hafa verið árinu. Umfangsmikil undirbúningsvinna hafin við innleiðingu sjálfbærnivegfæri í rekstrinum þar sem aðal áherslan á greiningu sjálfbærni áhættu við fjárfestingarákvarðanir og eignum í eignasöfnum. Eins og fram kemur á yfirlitsmynd þróun hreinnar eigna til greiðslu lífeyris var hrein eign í upphaf árs 1256 milljarðar, fjármunatekjur 158 milljarðar, iðgjöld greidd til sjóðsins rúmi 47, greiddu lífeyri rúmi 39 og rekstrakostnaður 1870 milljónir króna og hrein eign í árslok 1420 milljarðar. Fjöldi þeirra sjóðfélaga sem greiða reglulega voru rúm 37.000 og til fróðulegs eru tölur 5 og 10 ár aftur í tíman og eins og sést á súluritunum hafa iðgjöld rúmlega tvöfaldast og fjöldi sjóðfélaga aukist rúm 4.000 á síðastliðnum 10 árum. Fjöldi lífeyrisþega var rúm 29.000 og hefur rúmlega tvöfaldast á síðustu 10 árum. Undanfarin ár hefur árleg fjölgun lífeyrisþega verið 7–8%. Lífeyrisgreiðslur sameignardeildar hafa fjórfaldast á einum áratug en þær námu rúmum 39 milljörðum á síðasta ári. Hækkun lífeyrisgreiðsla undanfarin 5 ár hafa verið 53% og hækkun vísitölu eins og formaður nefndi 30% og skýrist af 2 hækkunum sem komu til framkvæmda 21 og 23. Lífeyris hlutfall sameignardeildar, þar segja hlutfall á milli greiddra iðgjald og lífeyrisgreiðslna hefur hækkað undanfarin 5 ár. Hækkun hlutfallsins samastendur af hækkun réttinda, verðtryggingahækkunar lífeyrisgreiðslna og fjölgun lífeyrisþega umfram greiðandi sjóðfélaga. Til samanburða var hlutfallið 78% árið 2023 fyrir samtryggingalífeyrissjóða í landinu og því ámata hlutfall á sjóðnum. En hlutfallið fyrir ört hækkandi og fyrir fyrstu mánuði þess árs hlutfallið rúm 90%. Fyrir séð var að hlutfallið færi hækkandi með auknu réttindum sjóðfélaga og hækkandi meðalaldri. Efnahagsreikningur sameignardeildar skiptist í fjárfestingar, kröfur, ýmsar eignir og skuldir, eignir í innlendum hlutabréfum rúmir 194 milljarðar, í erlendum hlutabréfum 569 milljarðar og í erlendum skuldabréfasjóðum 126 milljarðar. Innlend skuldabréf rúmir 504 milljarðar í árslok og þar af eru lánveitingar til sjóðfélaga og önnur veðlán 130 milljarðar. Innstæður í bönkum sem flokka sem handbært fé námu rúmum 14 milljörðum. Hlutfallsleg skipting eigna, vægi erlenda eigna er 50% og hefur farið hækkandi undanfarin ár og hlutfall innlendra eigna 50%. Og þar af eru skuldabréf 49% og hlutabréf 51%. Innlend skuldabréf eru rúm 36% og hlutur erlendra skuldabréfa 12%. Fjárfestingatekjur á árinu rúmir 158 milljarðar
og eru innlend hlutabréf 25 milljarðar og erlendum verðbréfum rúmir 94 milljarðar og innlend skuldabréf sem svona stöðuleikinn í ávöxtunni 38 milljarðar. Nú til fróðleiks eru ávöxtun eignaflokka, þessara höfuð þriggja eignaflokka síðastliðin 10 ár. Þá sést að innlend skuldabréf eru 7,4% og innlend hlutabréf rúm 11% og erlend hlutabréf 9,8% og þetta eru árleg meðal nafnávöxtun. Þannig að ávöxtun hlutabréfa til langs tíma litið er marktækt umfram skuldabréf síðastliðin áratug. Meðal raunávöxtun síðustu 5 ára 3,3 og 10 árin 4,6 og horft til 20 og 30 ára þá þetta og yfir, vel yfir 4% og það ein mikilvæg forsenda í tryggingafræðilegu uppgjöri, það að langtíma ávöxtun eigna nái 3,5%. Ráðstöfunarfé til fjárfestinga nam 51,4 milljarði og gjaldeyriskaup 16 milljarðar eða þriðjungur af ráðstöfunarfénu og 60% eða rúmir 27 milljarðar hefur verið varið til kaupa á öruggum innlendu skuldabréfum og keypt voru innlend hlutabréf umfram sölu af fjárhæð 5,2 milljarðar. Rekstrakostnaður eru rúmar 1870 milljónir og hækkuð 9,2% milli ára. Algengur mælikvarði að meta kostnað sem hlutfall af eignum. Rekstrakostnaður tvenns konar, annars vegar skrifstofu- og stjórnunarkostnaður og hins vegar umsýslukostnaður vegna reksturs innlendra og erlendra eignasafna sem greiddur til eignastýrenda og þá aðalega erlendra stýrenda. Heildarrekstrakostnaður á liðnu ári 0,45% af eignum. Hlutfallsleg skipting á rekstrakostnaði, stærstu liðnir eru laun og launatengd gjöld eða 62%, aðkeypt þjónustu og eftirlitsgjald 16%, upplýsingaveitur, húsnæðiskostnaður og ýmiskostnaður 22%. Helstu stærðir úr rekstri séreignadeilda. Hjá sjóðnum eru reknar 4 séreignadeildir, fjöldi greiðanda rúmlega 7.000 á liðnu ári og hefur verið þó nokkur fjölgun undanfarin ár en hlutdeild sjóðsins eins og flestra samtryggingasjóða takmarkaðar á markaði viðbótarlífeyrissparnaðar. Iðgjöld til séreignadeilda námu 3,6 milljörðum og hækkuðu 17%. Heildareignir í séreignadeildum voru rúmir 37 milljarðar og hækkuðu 20% á liðnu ári. Árlega framkvæmd tryggingafræðileg úttekt af tryggingastarfræðingi sjóðsins. Tryggingafræðileg staða segir til getu sjóðsins til að standast við áætlaðar lífeyrisskuldbindingar til núverandi sjóðfélaga. Við úttektina miðað við að árlega ávöxtun safnsins á næstu áratugum verði 3,5% umfram hækkun vísitölu neysluverðs og að núverandi sjóðfélagar haldi áfram að greiða þar til þeir fara á lífeyri. Það horft til langtíma jafnvægis í þessu, það að sjóðurinn heildarskuldbindingar og heildareignir bæði í nútíð og framtíð séu innan við 10% og séu ekki utan við plus mínus 5% 5 ár samfellt í röð. Nú fjárhæðirnar í tryggingafræðilegu uppgjöri að heildarskuldbindingar umfram heildareignir voru rúmir 96 milljarðar eða 4,3% af skuldbindingum í árslok og áfallar skuldbindingar umfram eignir rúmir 77 milljarðar eða 5,1% af áföllum skuldbindingum og horft til framtíðarskuldbindinga staðan neikvæð 19 milljarða eða 2,5% sem skýrist aðalega af jafnri áherslu réttinda óháð aldri sem var aflagt árið 2005 en þeir sjóðfélagar sem greitt höfðu til sjóðsins fyrir þann tíma áunnu sér réttindi til jafnrar áherslu. Þróun á tryggingafræðilegri stöðu, þá sjáum við árið 2020 fórum við upp fyrir 10% markið og þá voru réttindi hækkuð í kjölfarið 10%. Nú aftur 21 12% samhliða endurreikningi áunna réttinda og síðan fórum við komin í 6,823 og jafnvel neðar innan ársins en eru núna í mínus 4,6%.
3%. Það sem breytir tryggingafræðilegu stöðun á árinu fyrst og fremst ávöxtunin sem hækkar stöðunum 4,7% en það var sjóðurinn í 7,4 sem vel yfir þessu 3,5% og síðan það verðtryggingin sem reiknast á áfallastöðu og hreyfir því sjóðunum mínus 2,3%. Hérna yfirlit yfir réttindabreitingar frá árinu 2006. Þá hefur verið 4 sinnum hækkuð réttindi en 1 sinni lækkuð réttindi og samtala þessara er 18% sem hækkun umfram vísitölu. Skipan tilnefningar í stjórn sjóðsins. Stjórnin skipuð 8 einstaklingum, 3 af samtökum atvinnulífsins, 4 tilnefndar af VR og 1 af félaga atvinnurekanda. Tilnefningar í stjórnina af hálfu VR eru Bjarni Þór Sigurðsson, Guðmunda Ólafsdóttir, Helga Ingólfsdóttir og Stefán Sveinbjörnsson. Tilnefndir af samtökum atvinnulífsins Jón Ólafur Halldórsson, Páll Ásgrímsson og Sigrún Helgadóttir og af félagi atvinnurekenda Guðrún Ragna Garðarsdóttir. Að lokum fulltrúaráði, það eru 50 einstaklingar, 25 í skipaðir af VR, 23 af samtökum atvinnulífsins og 2 af félagi atvinnurekenda. Það ber að gera grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins. Hún óbreytt frá fyrra ári og var uppfærð haustið 23. Og ég vil að lokum þakka stjórn og samstarfsfólki fyrir gott samstarf og sjóðfélögum fyrir samskiptin á liðnu ári. Takk fyrir. Takk Guðmundi fyrir hans yfirferð og næst hér kynning á fjárfestingastefnu sjóðsins og það Arni Vagn Olsen sem mun gera grein fyrir henni. Gjörðu svo vel, Arni. Komið sæl. Ég ætla í nokkrum orðum að glærum að fara yfir síðasta ár og svo opna fyrir spurningur eftir ef ég hef skilið rétt. En horfum aðeins á það í hvaða umhverfi vorum að ávaxta fjármuni sjóðfélaga á síðasta ári. Ekkert voðalega hagvöxtur, 0,6%. Styrking á krónunni, en góðu fréttinar, verðbólga hjaðnaði og við sjáum bara hægra megin að stýrivextir tók að lækka. Það var auðvitað kærkomið og með við síðustu tölur þá eru stýrivextir komnir í 7,75 og sjáum hvað gerist svo á næsta fundi sem 21. maí. Og í þessu kringumstæðum voru innlendi markaðir bara býsna hagfelldir. Við sjáum hérna vinstra megin, skuldabréfin eru eins og Guðmundur kom inn á áðan, þau eru nokkuð traust, skilu okkur bara ágætu búa síðast ári 7,3%. Hlutabréfin voru brokkgengari, við sjáum grálínuna að undir mitt ár þá list okkur ekkert sérstaklega á blikunum, vorum komin í -5% en árið endaði svo býsna vel og skilu okkur 14,7% ávöxtun sem voru þetta bara mjög gott. Nú, erlendumarkaðinir, hægri myndin, bláa línan þá erlendu skuldabréfin sem voru svona bara í lagi, ekkert mikið meira en það, en kannski það sem voru stóru fréttirnar voru erlendu hlutabréfin sem skiluðu annað árið alveg framúrskarandi ávöxtun. Það kannski þetta sem bæði Stefán og Guðmundur kom inn á að sjóðurinn hefur verið aðeins áhættusæknari og það hefur verið að skila sér til lengri tíma í betri langtíma ávöxtun. Og skoðum aðeins eignaflokkana, við skiptum eignasafninu okkar í 7 eignaflokka sem þið sjáðu hér. Og stóra myndin eða stóri munurinn eru þetta innlendu hlutabréfin sem eru 15% eignasafninu, það sjáum við töluverðan mun frá síðast ári. En allir eignaflokkar jákvæðir sem alltaf gott. Nú, nafnávöxtun var líka góð þar af leiðandi, 12,4% sem bara mjög gott og fjárfestingartekjur eru 160 milljarðar. Það að segja hagnaður ársins 160 milljarðar sem auðvitað ofboðslega há tala en við erum líka komin með 1400 milljarða í eignasafni fyrir sjóðfélaga þannig að þetta auðvitað orðið mjög stór sjóður og þegar vel gengur þá verða hagnaðartölunar háar. Nú 70% af ávöxtun síðasta ár, hér erum við að horfa þá 12,5, voru hlutabréfin. Þannig að aftur hlutabréfin eru sveiflukendari en til lengri tíma hafa þau skilað okkur góðu búi og áttu 70% af þessum hagnaði á síðasta ári. Nú langtíma ávöxtunin mjög góð, við sáum nafnávöxtun vinstra megin. Það fínt að skila 12,4% ávöxtun 2024
Raunávöxtun 7,3. Við vitum að lífeyrissjóðakerfið samkvæmt tölum frá LL var í kringum 6,5%. Þannig að við erum þá allavega í efri lögunum þar sem auðvitað alltaf góður staður að vera á en 1 ár segir ekki mikið en 10 ára ávöxtun hins vegar ágætur mælikvarði og þar erum við mjög há í samanburði líka með 4,6% raunávöxtun á ári. Séreignaleiðirnar áttu líka gott ár. Verðbréfaleiðin fylgir sameigninni og skilaði 12,4. Við sjáum ævileið 1 var aðeins hærri og hinar svo aðeins lægri bara eftir því sem áhættustig þeirra leiða minna. Aðeins fjárfestingarstefnuna. Fjárfestingarstefnan fyrir þá sem á áhuga tekur auðvitað saman hvernig við fjárfestum, hvað við horfum til, hvaða reglur við þurfum að uppfylla og svo framvegis, en það eru nokkur leiðarljós. Það hafa hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi. Sjóðfélagar eiga peninginn og við erum ávaxta fyrir þá. Við tökum mið af arðsemi og áttu dreifingu. Við reynum að fá sem besta samband áhættu og ávaxtunar í eignasafninu. Tökum mið af þróun skuldbindinga og lífeyrisbyrði. Við horfum til langs tíma og við höfum aukið vægi sjálfbærni sjónarmið við fjárfestingar og eignastýringu af því við teljum það styðja við markmiðum betri ávöxtun til lengri tíma. Þannig að þetta svona útgangspunktana þegar við förum að staði í gerð fjárfestingarstefnu þá horfum við sérstaklega á þessa 5 þætti. Og hvernig þá fjárfestingarstefnu fyrir 2025? Við sjáum þess að 7 eignaflokka þarna í töflunni vinstra megin. Við sjáum hvert vægið 39. Þegar við erum í rauninni gerum svona stöðu þegar við fyrir að gera nýja fjárfestingarstefnu og sjáum að stefnan í sjálfs ekki að breytast mikið frá 39. og því sem áætlum 2025. Breytingin kannski einna helst á milli innlendra hlutabréfa sem að lækka aðeins og erlendu hlutabréfunum sem að aukast og þetta í rauninni bara afleiðing af kaupum JBT á Marel hlutabréfunum. Þá faraður innlendu hlutabréfum yfir í erlendu þannig að þetta ekki per se ákvörðun aukningu eða minnku en öðru leyti en það sem að kemur til af því. Hvernig byrjar árið 2025? Þetta pínlítið eins og að standa með annan fótinn í mjög heitu vatni í gott ár og svo orðið svolítið kaldara núna 2025. En við sjáum á myndinni í miðjunni að markaðir hafa kannski átt frekar á brattin að sækja. Byrjuð árið vel. Erlendu hlutabréfum núna í kringum -6% á þessum tíma þegar myndin gerð. Og það bara sögum þess að það mikil óvissa. Óvissa ekki góð, veldur áhættu. Og þá eru færri til í að halda á hlutabréfum sem taki einfalda líkingu. Skuldabréfin hins vegar halda aðeins betur dampi og það kannski þarna sem við sjáum svolítið áttu dreifinguna sem við erum aðeins að vinna með. Innlendu markaðanir, myndin þá lengst til hægri, skuldabréfin malla í sjálfu sig bara áfram, þannig við sjáum að innlendu hlutabréfin taka svolítið mið af því sem að gera erlendis. En við vitum það líka að árið og árin eru langhlaup og við skulum sjá hvernig árið endar þegar það kannski fyrir aðeins að rofa til í því sem að gerast vestanhafs. Já. En hefði fleira ætli hann ekki að segja en svaraðu þetta bara spurningum ef einhver eru. Takk. Kærar þakkir Arne. Og þá orðið laust þá 3 dagskrárliði sem hér búið að fara yfir. Einhverjar spurningar eða einhver sem vill óskar eftir að taka til máls? Ef svo ekki, að þá göngum við að afgreiða þá dagskrárliði sem að þarf að formlega að afgreiða hér á fundinum með atkvæðum og atkvæðagreiðslu og fyrst það starfskjarastefna sjóðsins. Það liggur fyrir fundinum tillaga að starfskjarastefna sjóðsins verði óbreytt frá fyrra ári, þannig að það eru engar breytingar þar á. Það sjálfsagt að varpa stefnunni hér upp á skjáin ef óskað eftir því og einnig orðið laust tillöguna ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo ekki að þá göngum við til atkvæða þessa tillögu óbreytta starfskjarastefnu og þannig að atkvæðisrétt á þessum fundi hafa fulltrúar í fulltrúaráðinu samkvæmt samþykktum sjóðsins og ég vil biðja þá sem eru samþykkir að gefa merki með því að rétta upp hönd. Einhver sem á móti? Þá þessi tillaga samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst
á dagskrá fundarins er val á fulltrúum í nefnd laun stjórnarmanna fyrir komandi ár og tillögur eru svohljóðandi. Þannig að í samþykktum sjóðsins segir á ársfundi skal kjósa 4 einstaklinga og 2 til vara í nefnd laun stjórnarmanna til 2 ára í senn. Þaraf skal 1 nefndarmanna vera formaður stjórnar sjóðsins. Og þannig að það var skipað í nefndina á ársfundi sjóðsins í fyrra og nú endurskipað til að hafa sama takt í formannsskiptum í stjórn sjóðsins og kjörtímabili nefndarinnar. Þannig það þessi 2 ára rótasjón, ef svo má segja. Og tillaga að nefndin verði skipuð þessum einstaklingum. Tilnefning Samtaka atvinnulífsins að formaður stjórnar sjóðsins taki sæti í nefndinni, aðalmaður Margrét K. Sigurðardóttir. Tilnefning Félags atvinnurekanda að varamaður verði Anna Kristín Kristjánsdóttir og tilnefning VR að aðalmaður verði Jónas Yngvi Ásgrímsson, annar aðalmaður Svanhildur Þorsteinsdóttir og varamaður Harpa Sævarsdóttir. Og orðið laust þessa tillögu ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo ekki, tillagan borin undir atkvæði og ég biðja þá sem eru samþykkir að gefa merki með þeir réttu upp hönd. Einhver á móti, það situr hjá. Þá tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá það næst hér tillögur að stjórnarlaunum. Anna Kristín stödd hérna? Ef svo ekki, að þá það ekki Jón Ólafur Halldórsson, varaformaður stjórnar sem gerir grein fyrir tillögunum. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, kæru sjóðsfélagar og gestir. Ég með þá gera grein fyrir tillögum að stjórnarlaunum og kannski rétt aðeins forsendur að vísitala neysluverðs til verðtryggingar hækkað 5,1% á tímabilinu og meðaltal ársins hækkað 6,4% á milli ára. Launavísitala Hagstofunnar hækkað 6,4% og meðaltal 24 samanborið meðaltal 23 hækkað 6,6%. Það hefur komið fram að stjórn lífeyrissjóðsins að stjórnin hefur fundað 12 sinnum á árinu 24 og einnig var til umræðu í nefndinni að almenn hækkun samkvæmt kjarasamningum ASÍ og SA var 3,5% í upphafi árs og það þess að geta hér að nefndarmenn voru sammála því að miða hækkun launa stjórnar fyrir setu í endurskoðunarnefnd við 3,5%. Það var fullkomin samstaða það. Þannig að tillagan laun stjórnar og endurskoðunarnefndar þá eftirfarandi. Lagt til að laun stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd hækki 3,5%. Greiðslur breytast því með þessum hætti. Það að segja að formaður fái 481.027 krónur, varaformaður 360.770, meðstjórnandi 240.513, varamaður 36.076 krónur. Og í endurskoðunarnefnd að formaður fá 151.108 og aðrir nefndamenn 75.554. En sem sagt, laun til stjórnar og til endurskoðunarnefndar að hækka 3,5%. Takk. Og þá mælendaskrá opnuð þessar tillögur. Og því næst berum við þessar tillögur undir atkvæði og ég vil biðja þá sem eru samþykkir að gefa merki með þeir rétta upp hönd. Einhver á móti? Ef svo ekki, þá þessar tillögur samþykktar. Næsti liður á dagskrá fundarins val á endurskoðanda og leggur stjórnin til að KPMG verði áfram endurskoðandi sjóðsins og áritunar endurskoðandi verði Hrafnhildur Helgadóttir, löggiltur endurskoðandi hjá KPMG.
Ef ekki neitt sem óskar eftir að taka til máls að þá þessi tillaga borin undir atkvæði og ég vil biðja þá sem eru samþykkir gefa merki með því að rétta upp hönd. Einhver á móti? Og tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá næst hér önnur mál og það sem að þá fyrst þar tekið fyrir erindi frá Hildi Hörð Daðadóttur, forstöðumanni rekstrarsviðs sjóðsins og biðja hann að koma og gera grein fyrir sínu erindi. Gjör svo vel. Heil og sæl, Hildur heiti ég og forstöðumaður rekstrarsviðs. Tilvinninu hér vísar í það að þau sjónarmið og kannski þau viðhorf sem við heyrum stundum þegar fólk að athuga hvernig að nýta sína digru sjóði hjá Lífeyrissjóði Vestmannaeyja og ætla aðeins að fara yfir þá stöðu. Ég ætla að byrja á að segja að við náttúrulega fögnum því gríðarlega að við erum að sjá fleiri og fleiri einstaklingar sem að nýta sér þau réttindi sem það myndað hjá Lífeyrissjóðnum. Og þetta 27 lífeyrissjóðsþegar sem eru núna komnir á lífeyri, hvort sem það sé ævilangur, maka eða barnalífeyri og 40 milljarðar sem við greiddum út. Formaður og framkvæmdastjóri nefndu töluna 39 milljarðar og ég vil bara útskýra það að hér munurinn á annars vegar ævilangur lífeyrir úr sameignarsdeild og svo að viðbættum séreignarsparnaði sem þarna gefur að meðlega yfir 40 milljarðar. Þetta eitthvað sem við þarna fögnum verulega og okkar viðfangsefni í okkar vinnu dag hvern, hvernig við þjónustum þennan hóp sem myndar hjá okkur réttindi. Í fyrra þá var ég með erindi þar sem við vorum að velta upp fyrir okkur hvað þýðir það að vera 67 ára. Sjóðurinn hafði þá nýverið fagnað 67 ára afmæli og við höfum rýnt ýmsar tölur og gert kannanir og ég ætla bara aðeins að rifja það upp af því að það kemur ýmislegt í ljós núna þegar við skoðum smá reynslu og skoðum okkar gögn. En á þessum tímapunkti þegar við gerum þessa könnun og svarendur eitthvað 1700 manns og þetta netkönnun sem Gallup gerir meðal Íslendinga á aldrinum 18 til 70 ára sem hafa ekki hafið töku lífeyris. Og við spurðum bara einfaldlega hvenær heldur þú að sé raunhæft að þú byrjir á lífeyri en hvenær langar þig? Og við sáum mikinn mun þarna á þessum tölum. Fólk hélt í raun var það 2 af hverjum 3 sem langaði að hætta 65 ára eða fyrr en aðeins 1 af hverjum 3 sagði og hélt að það væri kannski raunhæf staða. Nú þegar við skoðum 2 ára sögu hjá okkur og við bara lítum á þær tölur hjá okkur fyrir síðasta ár 2024 þá sjáum við að það sko ríflega 60% þeirra sem hefja töku lífeyris sem eru 65 ára og yngri. Þannig að myndin hér sýnir það glöggt að þetta í raun að raungerast betur að fólk hefur stærri tækifæri á að nýta sér sín réttindi til að hefja töku lífeyris. Það líka áhugavert að sjá þetta var hitt könnun meðal ákveðin mengi sem svara það eitthvað 26% sem heldur að þessi raunhæft að það hefji töku lífeyris 70 ára en í okkar tölum það innan við 5%. Þannig að þessi breyting svo sem við erum að horfa á að fólk að nýta sér sín réttindi og taka lífeyrinn fyrr. Við grínum svolítið líka með það að hérna áður fyrir var oft talað að fara og setjast í helgan stein en það svo sannarlega ekki nú í dag. Nú tölum við að hefja 3. æviskeiðið og erum að hanna það og skipuleggja þeim allt hætti en áður. Við sjáum líka mjög glöggt hjá okkur að það eru árgangar að koma upp og það formaður nefndi það líka hér í sinni ræðu sem hefur myndað veruleg réttindi og fólk því í allt ennir stöðu kannski heldur en var áður. Og við erum líka að horfa það hjá okkur að það að koma upp árgangar, kannski næstu 10-15 árin sem í gjörbreyttu umhverfi og hafa mögulega sparað allt í 21,5 sér tekin viðbótarlegu sparnað með af sínu launum til lengri tíma. Nú nýverið tók við þátt, Landssamtök Lífeyrissjóða tók þátt í málstöðum í Fjarðarmannlaus og þar kom ýmislegt fram og var mjög ánægilegt að sjá að það eru mörg fyrirtæki sem að standa vörðum og aðstoða sitt starfsfólk að skipuleggja sín starfslok. Það voru margir sem voru komið með myndilegar og skemmtilegar starfslokastefnur og var það í raun svolítið svona þvert í gegn þessi fyrirtæki sem þar komu og héldu erindi var að fólk var og vinnustæðir voru að hefja þetta skipulag mun fyrr en við kannski áður þekkjum. Og þegar við tölum mun fyrr að við höfum oft notað á aldurinn 67 ára sem einhvers konar viðmið en það svo sannlega breytast.
Þannig að við sjáum það að það eru mörg fyrirtæki sem eru farin að búa til sérstaka stefnur og standa vel við baki á fólki við að skipuleggja töku lífeyris. Einnig sjáum við það eru margir komnir á markaðinn með ýmisleg námskeið sem er virkilega gott. Það er ekki bara stéttarfélögin sem er að halda þessi námskeið, heldur margir líka á einkamarkaði sem eru með áhugaverð námskeið og ekki má gleyma og verða að nefna að það er heilt nám sem er sem 2 annað nám sem er ætlað fólki á aldrinum 55 til 75 ára og fjallar kortlægningu á 3. æviskeiðinu. En allt á þetta sammerkt með því að hefja undirbúning og að skoða vel sín réttindi. Það er ofboðslega margt í boði og kerfi mun sveigjanlegra kannski margur heldur. Það er hægt að taka heilan eða hálfan lífeyri og það getur verið óháð atvinnuþátttöku, séreignin og síðan núna síðustu ár með tilkomi líka tilgreinda séreignar. Þá er hægt að líka vera með sveigjanlegri greiðslur, hvort sem það sé mánaðarlegar greiðslur eða eingreiðslur og að óglemdu getur þú núna ráðið því hvort þú hafir töku lífeyris við 60 ára aldur eða síðar. Við höfum reynt að vekja mikla athygli á þessu og höfum brugðið það ráð að hvetja fólk til að skoða sín réttindi og þekkja hvaða sparnað það á. Við sendum nú nýverið og ætlum að halda því áfram hvatningu til þeirra sem eru 50 ára á árinu að koma og sækja sér ráðgjöf og kynna sér stöðuna. Af því við vitum það að það er hægt að gjörbreyta sinni stöðu með góðum undirbúningi á 10 til 15 árum. En það getur kannski reynst erfitt að ætla að vakna við þann draum 60 ára að fara að hefja töku lífeyris og kannski hafi ekki þau tæki og tól sem þú vilt til að hafa þann skipuleggja það með besta hætti. Þannig að við höfum köllum þetta komin tímahálfleik eða komin hálfleikur og erum þannig með að hvetja fólk að skoða og kynna sér hvar það stendur, hvað varðar lífeyrismál. Og við vitum það líka að aðstæður fólks eru misjafnar. Það getur verið göt hjá fólki varðandi söfnunina og fólk getur hafa greitt í mismunandi og marga sjóði og því þá kannski ennþá mikilvægir að vera upplýstur hvernig landið liggur þegar undirbúa á þessi tímamót. Í fyrra, það er komið núna ár síðan, þá kynntum við að bóka tími ráðgjöf, buðum fólk að bóka tíma, auðvitað hefur fólk alltaf verið velkomin til okkar, við rekum móttöku og ráðgjafa og svörum í síma og tökum móti fólki og gerum það alla daga, en við ákveðum að hvetja fólk enn betur og fá það til að bóka tíma hjá okkur og það er skemmst frá því að segja 1000 manns sjóðfélagar hafa komið til okkar, annars verður mætt til okkar eða fengið símaráðgjöf. Og þetta þá sérsniðin útgreiðsluráðgjöf og það okkar markmið alltaf að hvetja fólk að koma fyrr og fyrr til okkar til að átta sig á stöðinni. Við höfum fengið einstaklega góð viðbrögð við þessum tímum og það er margt komið í ljós sem fólk hefur ekki áttað sig á. Ég held að það sé óhætt að segja að oftar en ekki kemur það ánægjulega óvart hvaða réttindi fólk hefur myndað á sinni lífs leið. En ég var búin að lofa líka að tala ekki of lengi, en við ætlum aðeins ég ætla að fá að enda þess á myndbandi. Þetta er Margrét, hún er forstöðumaður lífeyrissjóðs hjá okkur og hún á þennan frasa ekki ákveða þetta sé erfitt, gefðu þig bara tíma í að undirbúa þig. Þannig að ég ætla að fá að spila þetta myndband núna. Þetta er nýgjart myndband sem við vorum að gera og erum nýbúin að fara að dreifa. Neip, við þig. Ég er að því. Þarna. Farið að styttast í starfslok. Þeim mun fyrr sem hún byrjar að skipuleggja lífið eftir vinnu, þeim mun auðveldara verður breytingin. Þú getur algjörlega sniðið eftir þínu höfði hvenær þú byrjar. Þú getur fyrsta lagi byrja 60, bæði að taka ævilanga lífeyri og séreignarsparnað. Hinn almenni viðmiðunaraldur er 67 ára en hann er bara viðmið. Fjárhæðin verður hærri þeim mun lengur sem þú býður en þetta snýst í rauninni bara algjörlega hvað henta þér og hvernig þú forgangsraðar. Fyrsta skref er alltaf að fara inn á mínar síður og sjá hvað á ég núna og hvað á ég með áframhaldandi greiðslur í sjóðinn. Fara síðan í lífeyrisreiknivélina, sækja aðra sjóði í lífeyrisskattinni og séreignarsparnað eða áttan hjá okkur og sjá hvernig lífeyrinn kemur út hjá mér. Og næsta skref er síðan að fara á heimasíðu TR og setja inn forsendur, hvað fæ ég í lífeyri, jafnvel laun, fjármagnstekjur. Það kemur mörgum á óvart að þeir eigi eitthvað rétt þar.
Það er hægt að taka séreignarsparnaðinn út frá 60 ára og þú ræður algjörlega hvernig þú tekur hann út. Það er hægt að taka eingreiðslu, það er hægt að dreifa henni á lengri tíma til að hækka lífeyrisgreiðslur, nota hana sem varasjóð ef eitthvað kemur upp á. Því séreignin ávaxtast hjá okkur, það er engin kostnaður og engin binding. Hún skerðir ekki Tryggingastofnun, hins vegar er það tilgreind séreign, hún skerðir Tryggingastofnun, þannig að getur verið hagstætt að taka hana út fyrir 67 ára aldur, en henni þarf að dreifa á aldurinn 62 til 67, en þó hægt að taka hann í eingreiðslu ef hann er undir ákveðinni fjárhæð. Það er hægt að skipta réttindum með maka og það þarf að gerast fyrir 65 ára aldur og það má ekki vera að byrja að taka út lífeyri. Lífeyrissjóðirnir þeir greiða makalífeyri og það er ákveðið hlutfall af réttindum og í ákveðið langan tíma. Þannig ég hveti til að skoða þann sjóð sem makiðin greiddi í. Lífeyrissjóður Verslunarmanna greiðir 60% makalífeyri í að lágmarki 5 ár. Við greiðum alltaf undir yngsta barnið er 23 ára. Þarna getur munað heilmiklu. Þetta er að sjálfsögðu margt sem þarf að huga að en ég hveti til að bóka tíma í ráðgjöf. Ekki ákveða að þetta sé flókið og erfitt, heldur gefðu þið tíma og byrjaðu að skipuleggja. Kærar þakkir, Hildur. Og þá er orðið laust ef að hér er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir önnur mál. Enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þá er ekki annað eftir hér en að óska eftir heimild fundarins fyrir fundarritara og fundarstjóra til að ganga frá fundargerð þessa fundar og eins og hérna samþykktir og lög gerir ráð fyrir og að svo búin að þakka í góða fundarstjórn og slít fundinum.